Þetta var eiginlega löng og ströng barátta sem var háð á ýmsum vígvöllum. Við lögðum okkar að svona lóða á vogarskálina en við grunum nú að starfsemi hringskvenna hafi vegið þyngst. Hringskonur voru búin að lofa því að þær myndu gefa 100 milljónir í bygginguna þegar hún færi á stað. En það liðu ykkur ár og ekkert skeði og loksins þegar upp á staðið og kom að því að borga út og þá voru þetta 150 milljónir sem að voru gefnar. Síðan voru auk þess gefnar 50 milljónir til þess að búa spítalann húsbúnaður, rúmum og sængum og kottum og öllu sem þurfti. Frá faglegu sjónarmiði þá breytast þessar tvær barnadeildir sem voru í Reykjavík, annars var hér og hins vegar sjúkrahúsið Reykjavíkur. Þær breytast úr almennum barnadeildum í sérgreina skiptan barnaspítala. Og við fáum tækifæri til þess að efla sérgreinar innan barnalækninga og við fáum tækifæri til þess að efla vöxt og þroska á göngudeildum og dagdeildum. En okkur tekst með þessu að veita góða þjónustu í ýmsum sérgreinum og undir sérgreinum, oft á tíðum með stuttum eða jafnvel engum innlögnum á spítala, þannig að þetta er gjörbreyting á allir starfsemi. Hringurinn er kvenfélag sem fagnaði 119 ára afmæli 27. janúar síðastliðinn. Stofnað af Kristínu Jakobsson Vídalín 1904 og í dag eru félagskonur rétt 380 og af þeim eru starfandi, svona kannski 300 konur. Nú við hittumst, byrjum með vinnufundi í byrjun september og við erum að vinna alveg til maíloka og síðan auðvitað lítillega líka yfir sumarið þegar við erum að undirbúa þáttökunni í Reykjavíkurmaraþoninu. Það er gríðarlega mikilvægt að hlúa að foreldrum og börnum sem eru að ganga í gegnum veikindi og við, auðvitað í samstarfi við foreldra félög og þeirra, ég held okkur takist bærilega í þessu. Hús er auðvitað bara hús, en spítalinn hjálpar okkur mikið með þetta en fyrst og fremst er algjörlega frábært starfsfólk sem er á Barnaspítala Hringsins. Samstarfið hefur alltaf verið mjög jákvætt og náið og það er eitthvað sem okkur finnst mikils verið að halda í. Já, ég held að við getum lagt okkar árangur til jafns við svona flesta. Við erum mörg atriði sem eru flókin og við þurfum að senda blöð til útlanda undir vissum kringumstæðum. En það sem við gerum hér, það gerum við vel og við náum mjög góðum árangur, held ég að sé óhætt að fullyrða. Það eru margir sem hafa leitað aðstoðar hingað á Barnaspítalann og vilja sýna þakklæti sitt á einhvern hátt. Og við höfum það á okkar stefnu að allt fé sem kemur í Barnaspítalasjóð, hvort sem það eru við sem öflum þess eða gjafafé, það fer beint í tækjakaup. Núna þá bara höldum við áfram að styrkja spítalann og það er mjög spennandi að það komi kennslusetur í Landspítalanum og við gáum sýndar sjúkling þangað núna daginn sem fékk fallega nafnið Auður sem er bæði kvenna og karlkyns. Það er mjög spennandi. Það er vökudeildin auðvitað og síðan hinnar ýmsu deildir sem þurfa á peningum að halda og svo auðvitað þegar kemur að því að tengja Barnaspítalann við nýbyggingarnar hérna á Landspítalanum. Það verður örugglega áskorun sem að hringskonur mun eitthvað vilja vera með puttan í.